Komið sæl gott fólk, velkomin á 71. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar haldinn er í Þingey. Mættir til fundar Gerður Sigtryggsdóttir, Dmitri Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir, Árnadóttir Hilmarsson, Ragnhildur Hólm, Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og Margrét Hrönn Valsdóttir, sviðstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs sem einnig vita fundargerð. Ég vil að við óskiptum gleðilegs nýs árs með þökkum fyrir það gamla. Gerir einhver ykkar athugasemdir við bóðin fundarins? Svo ekki. Ég vil að óskiptur að fá að bæta eftirfylgjum liðum á dagskrá með afbrigðum. Þau ykkar sem geta samþykkt að bæta undir lið nr. 8 ráðningarsamningi sveitarstjóra og umferðarstigamerki. Það er samþykkt samhljóða og þau ykkar sem geta samþykkt að liður nr. 9 Reykjavík jarðkönnun fyrir sett á dagskrá umferðarstigamerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fyrsta mál á dagskrá sem ungmennaráð Þingeyjarsveitar tilnefningar. Í samræmi við 2. grein erindisbréfs ungmennaráðs Þingeyjarsveitar var óskað eftir tilnefningum frá skólum og íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd skólunum. Tilnefningar hafa borist frá öllum aðilum og er eftirfarandi: Reykjavíkurskóli. Það er skrítið, það er ekki hljóðlaust, það er skrítið hljóð. Skulum aðeins gera smá pásu. Og raskja nú bara. Nei, það mækinn er ekki í gangi. Ok. Það er mikið að Já, það er ekki náttúrulega 28. Det är ingen som kommer och sen borta honom hemma. Þetta var ekki ráðið í þetta ungmennaráð í haust. Það er bara að laffara upp af breytingum á núna þetta. Heyrist í henni, heyrist í þetta. Hækka það svona, hækka það. Tala aðeins. Hann er bara að tala. Og ég segi hvað? Það fara með vísu. Ég er bara mækið í ónið, hann bara kemur ekki í. Það er bara ekki. Það er nú í sambandi. Það er það. Það komið blátt ljós á mikrofónum. Það ekki vera. Eins og maðurinn sagði. Nú er þetta komið. Gjörðu svo vel, mátt halda á. Þakka þér fyrir. Þá er komið að fyrsta máli á dagskrá, ungmennaráð Þingeyjarsveitar tilnefningar. Í samræmi við 2. grein erindisbréfs ungmennaráðs Þingeyjarsveitar var óskað eftir tilnefningum frá skólunum og íþrótta- og tómstunda- og menningarnefnd. Tilnefningar hafa borist frá öllum aðilum og eru eftirfarandi: Reykjavíkurskóli, aðalmaður Amelía Ásdís Kotsacek myndi ég halda, biðst forláts ef ég fer rangt með. Til vara Sigrún Arnarsdóttir, Stórtjarnaskóli, aðalmaður Hörður Smári Garðarsson, til vara Auður Tinna Auðunsdóttir. Þingeyjarskóli, aðalmaður Hafdís Tinna Pétursdóttir, til vara Þór Sæmundarsson. Framhaldsskólinn á Laugum, aðalmaður Sigurveig Birna Snorradóttir, til vara Ellý Rún Raguels Jóhannsdóttir. ITM-nefnd, aðalmaður Daniel Róbert Magnússon og til vara Sigtryggur Karl Jónsson. Villingur taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki og það er komin til að bókun sem hljóðar svo: sveitarstjórn staðfestir tilnefningar í ungmennaráð og óskar fulltrúum góðs gengis í sínum störfum. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vísanlega skefmerki, það er samþykkt samhljóða.
Mál nummer 2 er nýsköpun, hlutafjáraukning. Fyrir sveitarstjórn liggur fundargerð hluthafafundar nýsköpunar frá 18. desember síðastliðnum. Einnig fylgir með tilkynning til hluthafa nýsköpunar EHF hlutafjárhækkun ásamt yfirliti forgangsrétt hluthafa miðað við 18. desember 2025. Frestur til að tilkynna hvort hluthafar hyggist nýta sér forkaupsrétt er til 20. janúar 2026. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Árni Pétur. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Þetta er mjög spennandi verkefni sem að við höfum stutt við lengi og eigum talsverðan hlut þarna inni og ég tel það þrátt fyrir að það sé orðin ásælni nú í hluti að þá held ég að það sé bara upp á trúveruleika verkefnisins og upp á hagsmuni sveitarfélagsins að þá finnst mér það vera mikið hagsmunamál fyrir okkur hjá Þingeyjarsveit að halda áfram og taka þátt að þessu sinni, svo sjáum við bara hvernig gengur í framhaldinu og metum það síðan aftur síðar, en í þessu útboði eigum við að taka þátt. Takk fyrir. Takk fyrir það. Vil einhver annar taka til máls? Gerður, gjörðu vel. Já, Oddviti, ég vil taka undir með Árna Pétri og tel að hagsmuni sveitarfélagsins sé vel borgið á þessum tímapunkti með því að taka þátt í þessu hlutafjárútboði sem að nú stendur yfir. Félagið er á ákveðnum tímamótum, það er að stækka, það eru komnir inn þarna stóri fjárfestar sem að hafa trú á þessu verkefni inn í framtíðina og það höfum við svo sannarlega líka, þannig að ég mæli með því að sveitarfélagið taki þessa aukningu og og síðan bara reiknum við með að þessi áform gangi öll eftir. Takk. Takk að þér. Þetta er einhverju fleiri sínlega taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Þá er komin lögð hér fram til að bókun það sem hljómar svo sveitarstjórn samþykir að nýta sér forkaupsrétt sinn í tengslum við hlutafjáraukningu í nýsköpun. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá er fundargerð atvinnueflingar Þingeyjarsveitar EHF. En fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð stjórnar atvinnueflingar Þingeyjarsveitar frá 30. desember síðastliðnum. Þessi fundargerð varðar reyndar mál sem koma hérna á eftir. Vil einhver taka til máls þessar fundargerð? Já, ég skal bara renna yfir með leyfi varaoddvita, þá ætla ég að renna yfir helstu atriði í fundargerðinni. Á dagskrá fundarins voru tillaga slitum matarskemmunar EHF sem er mál hérna nummer 4 síðar á fundinum og það sem sveitarstjórn samþykkir að tillaga slitum félagsins matarskemmunar og felur sveitarstjórn að sitja slitafund og ganga frá slitum og eins var á dagskrá tillaga slitum Kjarna EHF sem er svo aftur mál nummer 5 hérna síðar. Það sem að sveitarstjórnin samþykkir samhljóða tillögu að slitum Kjarna EHF og felur sveitarstjóra að sitja slitafundi og ganga frá slitum félagsins fyrir hönd atvinnueflingar Þingeyjarsveitar. Þetta voru helstu atriði í fundargerðinni. Vill einhver annar taka til máls þessa fundargerð? Svo er ekki, ég átta mig ekki, hún er lögð fram til kynningar eða nei, þau ykkar sem geta staðfest þessa fundargerð vinsamlegast gefi merki. Hún er staðfest samhljóða. Þá koma máli nummer 4 sem er Matarskemman EHF slit, þar sem Matarskemman EHF var stofnuð árið 2013 til þess að halda utan eignarhlut Þingeyjarsveitar í innbæ á Laugum og starfsemi í húsnæðinu til fullvinnslu matvæla. Engin starfsemi hefur verið í félaginu undanförnum árum og fyrir sveitarstjórn liggur því tillaga frá stjórn atvinnueflingar Þingeyjarsveitar að slíta félaginu. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður, gjörðu svo vel. Já, oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta er nú liður svona í ákveðinni hagræðingu
hjá okkur að reyna að losna við félög sem hafa ekki verið í starfsemi árabil og það þarf að gera þau þó það séu ekki með neina starfsemi, þá þarf að gera þau upp á hverju ári og það kostar tíma og peninga. Og þetta félag það hefur ekki verið með starfsemi eins og kom fram hjá Knúti undanfarið og þó svo að sveitafélagið eigi ennþá þetta hús sem að kallast Iðnbær og þarna með einu bili til dæmi sem að hefur alveg frá upphafi verið fullbúið tækjum til þess að vinna matvæli og var ætlað svona fyrir heima aðila sem vildu eða kjötframleiðendur sem vildu mögulega fullvinna sína vöru sjálfir, að þá ekkert verið að loka neinum dyrum með það að sveitafélagið á ennþá þetta húsnæði og það leigt út núna af þeim aðila sem að leigir húsið og þannig að það alltaf ekki ástæða fyrir sveitafélagið þess að eiga heilt félag utan þetta eins og sakir standa í dag. Þannig ég legg til að við samþykkjum slit á matarskemmunni. Vil ég einhverjir fleiri taka til máls undir þessum lið? Svo ekki, þá liggur hér fyrir fundinum tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir slit á matarskemmunni EHF og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Næsta mál varðar Kjarna EHF slit. Kjarni EHF var stofnað árið 2003 af atvinnueflingu Þingeyjarsveitar, Sparisjóði Þingeyinga ásamt nokkrum einstaklingum á Laugum. Tilgangur félagsins var að stuðla að atvinnuuppbyggingu á Laugum og nágrenni. Engin starfsemi hefur verið í félaginu undanförnum árum. Stjórn atvinnueflingar Þingeyjarsveitar leggur hér til við sveitarstjórn að félaginu verði slitið. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Svo Gerður. Já, Odditi, það í rauninni alveg það sama sem á við Kjarna EHF eins og matarskemmuna, engin starfsemi og svona hagræðing af því að losna við þannig félag úr bókum sveitafélagsins en þetta félag eldra, það frá 2003 og stærsti hluthafinn á móti sveitafélaginu Sparisjóðurinn. Það búið að halda hluthafafund með stærstu hluthöfum og það eru allir sammála að það sé ekki neitt því til fyrirstöðu að slíta félaginu. Þannig að ég legg það til að við samþykkjum það. Vilja einhverju fleiri taka til máls? Arnór, eins og vel. Já, oddviti, bara örstutt. Í innganginu segir að þetta hafi verið stofnað af atvinnueflingu Þingeyjarsveitar. Hún var ekki til á þessum tíma, þetta var stofnað af Þingeyjarsveit og Sparisjóð. Bara örstutt, við höfum að læra þetta einhvern. Það er fyrir sagnfræðinga framtíðar. Takk fyrir þetta Arnór, það hárrétt. Þetta þarf að vera sameiginlega rétt nema við förum í að semja einhverja sögu okkur. Þá eru fleiri sem vilja taka til máls. Svo ekki, þá liggur hér fyrir tillaga á bókun sem hljómar svo. Sveitarstjórn samþykkir slit á félaginu Kjarna EHF og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram. Þau ykkar sem geta samþykkt þessa bókunu sem skefið merki, það samþykkt samhljóða. Næsta mál á dagskrá starfshópur eignastefnu. Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga breytingu á skipan starfshóps eignastefnu að Knútur Emil Jónasson kom í stað Gerðar Sigtryggsdóttur. Vil einhver taka til máls undir þessum lið? Með leyfi vara oddvita til skýringar. Þarna að ræða starfshóp sem var stofnaður og hafði til afmarkaðan ramma. Vinna starfshópsins stödd þannig að búið að safna gögnum og það eru 2 fundir eftir samkvæmt erindisbréfi. Þannig að það sem eftir núna á næstu vikum að taka saman vinnu og vinna tillögur til sveitarstjórnar. Það vill engin annar taka til máls og þá bara ber ég þessa tillögu upp að Knútur Emil Jónsson kom í stað Gerðar Sigtryggsdóttur í starfshópum eignastefnu. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókunni sem skefið merki. Já, það tillögu fyrirgjöf, það rétt.
Mál nr. 7 búnaðarstyrkur refa og minkaveiðimanna úthlutunarreglur. Fyrir sveitarstjórn liggja til afgreiðslu drög að úthlutunarreglum vegna búnaðarstyrks refa og minkaveiðimanna samkvæmt 4. grein regluna Þingeyjarsveitar refa og minkaveiði í Þingeyjarsveit sem samþykktar voru af sveitarstjórn á 47. fundi þann 22. ágúst 2024. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki og þá liggur hér fyrir fundinum bókun. Sveitarstjórn samþykkir úthlutunarreglurnar og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókun þess að skemur ekki. Samþykkt samhljóða. Fór aðeins í ringaðna. Mál nr. 8 ráðningar samningur sveitarstjóra. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar ráðningar samningur við sveitarstjóra Gerði Sigtryggsdóttur. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki með leyfi varaoddvita að ræða staðfesting á samningi sem oddviti undirritaði við sveitarstjórum í umboði sveitarstjórnar og þá liggur fyrir fundinum sú bókun. Sveitarstjórn staðfestir framlagðan ráðningarsamning við sveitarstjóra. Þau eitthvað sem geta samþykkt þessa bókunni sem að skemmerki, það samþykkt samhljóða. Mál nr. 9 lagt fram til fyrir sveitarstjórn, Reykjalíð jarðkönnun. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar minnisblað frá Efli varðandi jarðkönnun vegna fyrirhugaðrar stækkunar núverandi íbúðasvæðis við Reykjalíð. Við vinnu aðalskipulags sveitarfélagsins var ákveðið að skipulagning nýrrar byggðar yrði meðal annars byggð á sprungukortlagningu og áhættu mati. Lagt hér fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Með leyfi varaoddvita þá ætla ég kannski aðeins að gera grein fyrir þessu. Þarna að ræða svæðið austan Múlavegar og með aukinni meðvitund sprungur á byggingarsvæðum. Þó að þetta sé veruleiki sem við þekkjum kannski lítilega frá Húsavík, þá hefur meðvitund þetta aukist í kjölfar umbrotanna í Grindavík. Þá auðvitað reynum við að byggja ákvarðanir okkar á því sem við mögulega getum og fengum þess vegna eflu til að vinna þetta gagn handa okkur. Þetta hins vegar nýlega komið og fer í nánari umfjöllun í framhaldi af aðalskipulagsvinnunni. Þetta lagt hér fram til kynningar og það ekkert meira það að segja. Þið með fara heim því allt lagt fram til kynningar. Mál nr. 10 fjármál sveitarfélaganna, breyting á reglugerð bókhald, fjárhagsáætlun og ársreikninga. Fyrir sveitarstjórn liggur bréf frá innviðaráðuneytinu vegna reglugerðar breytingu á 4. grein fylgiskjals 1 við reglugerð nr. 1212 frá 2015 bókhald, fjárhagsáætlanir og ársreikninga sveitarfélaga. Einnig afrit af reglugerðinni sem verður send til birtingar í stjórnartíðindum á næstu dögum. Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 2026. Lagt hér samt til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Gerður. Já, oddviti, bara örstuttu skýringar að þetta nú ekki svo sem neina stórkostlega breytingar hérna ræða en þær eru gerðar sem sagt samkvæmt kröfum eða ábendingu frá sveitarfélögum. Það hefur verið að breyta svona uppröðun, færa til málefni á milli málaflokka, bæta við málaflokki. Þannig að það sem eins og þetta mun birtast okkur að það þá eftir þetta ára þá þurfum við aðeins að fara að temja okkur að horfa öðruvísi á útkomu sem sagt mismunandi málaflokka. En þetta kom bara rétt fyrir áramótin. Reglugerðin hefur tekið gildi þó hún átti að taka gildi 1. janúar en hefur ekki verið birt í stjórnartíðindum þannig að formlega hún ekki hefur ekki tekið gildi en þetta samt ekki tilbúið í bókhaldskerfi sveitarfélaga og þannig við getum ekki í raunin fara að vinna eftir þessu strax en gerum það leið og mál skýrast. Takk. Takk fyrir þetta Gerður. Vilja einhverjir aðrir taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þetta hér lagt fram til kynningar. Mál nr. 11 matarskemman ársreikningur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur matarskemmunar 2024
Hann er hér lagður fram til kynningar, vill einhver taka til máls það? Svo er ekki. Inngöngu lagt fram. Mál nr. 12 er Kjarni EHF, ársreikningur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur Kjarna EHF fyrir árið 2024. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. Lið nr. 13, almannavarnanefnd, fundargerð haustfundar og rekstrar áætlun. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð haustfundar almannavarnanefndar í umdæmi lögreglustjóra Norðurlands eystra og rekstrar áætlun fyrir árið 2026. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt hér fram til kynningar. Lið nr. 14 er fundargerð sambands íslenskra sveitarfélaga. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 990. fundar stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 5. desember síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, lagt hér fram til kynningar. Lið nr. 15 er farsældarráð Norðurlands eystra fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 1. fundar stjórnar farsældarráðs Norðurlands eystra frá 3. desember síðastliðnum. Lagt hér fram til kynningar. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þarna skall hurðirnar í hælum. Þá er 16. liður samband íslenskra sveitarfélaga fundargerðir. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 991. fundar stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga frá 12. desember síðastliðnum. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, lagt hér fram til kynningar. Og liður 17 er fundargerð heilbrigðisnefndar Norðurlands svæðis eystra. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fundargerð 245. fundar stjórnar heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra frá 17. desember. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki, þetta er lagt fram til kynningar, en til gamans má geta þess að þessi skjöl sem eru lögð fram til kynningar eru birt samhliða fundargerðið og hægt að lesa á heimasíðu sveitarfélagsins og klikka á þar. Það fleira er ekki gert og vill einhver taka til máls eitthvað annað varðar fundarstjórn oddvita. Svo er ekki, það bara þökkum fyrir fundinn. Takk hérlega.